Arnmundur að laga popfilterinn. Þetta frábær byrjun. Já, mjög góð byrjun á þessum móti. Já. Ekki fá stöð. Jú. Jæja. Það eru komnir. Já, við erum kominir aftur. Nefnilega Arnmundur gleymdi að gefa út 2 þætti. Það er ekki sko, Þessi þáttur sem við erum að gera núna. Þessi þáttur sem við erum að gera núna, er það ekki? Hann mun vera komin út á næstu viku. Hann bara komið í dag altså. Dag? Já. Hvað með hinn þáttin? Þeir koma út. Sko, þetta er bara frekar skrítið hvernig þetta kerfi virkar. Ég sett þá inn á sínum tíma. En síðan kom eitthvað error. Og þeir eru stiltir á þann tíman að koma að setja hann. Það lítur út fyrir að þetta sé gamalt efni. Já. Þannig að þetta er frekar skrítið kerfi, sko. En þetta, þetnir eru líka að fara að koma. Já. Herðu, við ræddum margt og mikið. Já, það er ýmislegt fyrir þetta. Já, við ræddum hvernig það er fullt af frægu fólki sem þolir ekki woke culture. Já. Og ég fór á sýningu sem margir hata. En við ætlum ekki að ræða þetta neitt af þessu. Allt af þessu sem stendur, það var eitt sem við ræddum sem stóð upp úr og það var Chris Pratt sem ætlar að fara að leika Mikka Mús. Ég veit ekki, ég get ekki 100% konfirma þetta, en ég sá allavega þessa frétt á netinu, komandi í gær. Það geti að vera aflíka, en ég held ekki. Nefnilega, við fáum hérna seinna í þættur góðan gest sem hefur komið hingað áður, sem dálítið tengdur þessu máli. Hann forstjóri Disney, þú veist, aðal forstjóri Disney. Já. Hann með stór eyru og stórt nef. Og í rauðum buxum. Ja, þú veist, pabbi hans var nasisti. Er hann ekki sjálf nasisti? Ég veit það ekki alveg með Mikka Mús, sko. Og já, gesturinn Mikki Mús og hann kemur hingað á eftir til þess að ræða málin. Já. En páskaþátturinn okkar, vegna þess að það var ekki þáttur næstu viku, því að annars á sunnudegi það er páskadagur og það er lokað þann. Þannig að þetta er síðast dagur fyrir annað 2 ára hlé. Yes. Og það er Pálma sunnudagur í dag. Pálma sunnudagur í dag? Já, Pálmi Gesson. Það er svona eigin sunnudag. Það er frekar magna. Já. Það er bara búið að heila sunnudag bara fyrir Pálma Gesson. Yes. Það er magna. Þetta upp á staðurinn hans Pálma, en það þetta dagurinn hans Pálma. Ég sá eitthvað í auglýsingu hjá sjónvarpi Símans að Helgi Björns væri að fara að koma aftur. Heima með Helga? Eitthvað svona þannig dæmi. Sko, ég horfði ekki á eitt þátt. Og veistu hvað það þýðir? Hvað? Það þýðir að COVID kemur aftur. Þá fólk loka sig heima og horfa á þetta og koma sér í feeling og vera sexy. Nei, reyndar sko, ég horfði á svona korter þetta. Já. Og þetta var leiðilegt sem ég sé á lífinu mínu. Skildi ekki okkur að fólk satt bara svona að þetta er frábært. Mér langar að eyða öllum mínu frítíma að horfa á þetta rugl. Þetta er ekki skemmtilegt að horfa. Þetta er bara Helgi Björns eitthvað að hoppa og síðan koma okkur að gesta með eitthvað ófendi grín og allar láta sér mikið stemning kring þetta. Þetta er leiðilegt efni. Eyði tímanum í eitthvað skemmtilega efni. En eitthvað heima með Helga. Já, fólk bara elskar hann gaur. Já, ég nenni sig. Og Helgi elskar sjálfan sig. Já, það er bara... Æstu ég ómikið að hann rak trommaran sem allir elska. Rak hann tromman? Hæ? Rak hann tromman? Já, þannig að hann var svo sexy. Hann segir alltaf að ekki allir sexy. Já, trommanin var það heldur betur, þannig að hann rak hann. Já, þetta Helgi Björns, hann kannski alltaf ekki. Nei. Það hefur ekki borist inn frétt, sko. Hvað?
sko, hættið bara að horfa þetta heima að velja dana, sko. Þetta er bara þau eru ekki að fara að hætta, sko. Ég bara Alveg svo hvernig fólk hatar Gísla Martin núna og ennþá að horfa. Já, það er skrítið. Ég hef heyrt svo mikið gamlu fólki hérna. Ég hata Gísla Martin, hann er svo leiðilegur. Síðan segir það, já, ég horfi alla þættina hans. Af hverju er það að horfa alla þættina hans ef þið hata Gísla Martin? Ha? Ég veit að ég veit ekki hvað fólk þú veist, það er mjög mikið fólki sem er svona, ég hata hana mann, samt er ég alltaf að fylgjast með því sem hann er að gera. Já, bara Þú veist, af hverju lætur hann ekki í friði ef að þið finnst að vera svona leiðilegur? Já, það er fullt af fólki sem bara hatar ekki fólk og gera bara með sérstaklega áhugamáli. Þú veist, af hverju þú að eyða frítímanum þínu og pæla einhverja manneskju sem er alveg drull saman? Það er bara sorglegt að þetta eyða frítímanum þínu með það, sko. Já. Það er bara sorglegt af mig. Bara hætti þessu. Hætti þessu, þið meðal að hata fólk en ekki gera áhugamálin eitthvað að hata sérstaklega fólk, en já. En já, við erum í páskafrí. Það er komið páskafrí, já. Mattías er veikur. Já, ef þau verður ekki með aftur því. Hann var sko veikur í vikunni. Já. Sem var veikur aftur. Já, hann kom aftur í einn dag og svo var hann veikur aftur. Það voru mjög margir sko, frá byrjun af þessu ári. Bara frá janúar 2003. Nefnilega enskukennarinn okkar nefnilega í fyrradag. Það var hún loksins kom. Já, hún er búin að vera veik í svona 1,5 mánuð, sko, þannig að það var... Nei, hún kom svo aftur í 1 tíma. Og við horfðum það IT-krát þátt. Já, og síðan bara var hún aftur veik. Og svo var hann veik, svo kom hún aftur og hún var að útskýra The Hunger Games dæmið. Og svo var hún aftur veik. Já, þetta er fyrirlegt að. En páskafrí. Já. Sem að þýðu það. Það er komið páskafrí. Ha? Það er komið páskafrí. Já, það er komið páskafrí. Já. Þetta er framhald af laginu frá litla F-inu. F-inu, já. Já. En ég var alltaf að hugsa út af að ef að þú manst þegar við vorum á Laugavatni sem er núna að vera að rífa. Já. Þegar við vorum í sundlauginni. Já. Það er að hugsa hvað það hefur bara spilað heila kallleikvað þátt og allir hefur bara verið ofan í sundlauginni. Bara að hugsa bara, já, þetta er góða pælingar. Það hefur verið magna. Eða mætti kalla þetta pælingar. Já, þetta er náttúrulega bara eitthvað þannig. Já. Sko, vegna þess að við erum frekar oft svona að nefna eitthvað á bekknum og allir í árgangunum myndi vera þarna. Og svona, þetta voru svona stig. Og að krakkar á öðrum skóla. Já, og þetta voru svona stig. Þetta voru svona, ef við erum búin að nefna þessi, það er búin að nefna 4 sinnum, þannig að þú hlustar bara alla þarna. Og hann sem vinnur er mannska sem við nefnum massin þáttum. Já. En það er svolítið erfitt kannski að greina hvað, við segjum aldrei nefna, segjum bara eitthvað stóra B eða litla G eða... Já, það er bara að finna út úr þessu, sko. Já. Já, þau ættu svo á þessu, sko. Ég er djöfugli svangur. Ég kem alltaf hingað inn svangur. Já. Ég hefði átt að fá mér að borða áður en ég komið það, sko. Já. Ert þú eitthvað svangur? Já, ég er það svangur, sko. Við verðum að næla okkur, við verðum bara að hafa þetta á rekord, við förum á 10:00, nælum okkur í eitthvað drasl, borðum það, komum aftur, höldum áfram með þáttinn. Og það var bara örugglega komum bara 1 klukkutími, þannig að við hendum þessu bara beint á Anchor, beint á Spotify eða hvar sem maður hlustar á þetta, hér hjá þér, í samstarfi við Prikkið. Prikkið, já, við erum alltaf að gleyma að nefna Prikkið sem styrkur, sko. En við nefndum það núna. Já, við nefndum það núna. Já. En þessi skrýtni hlutur sem við fundum fyrir okkur þetta síðan. Ég ætla að sjá hvort það sé þarna. Ég snart hann. Ég er hérna að fá. Já. Gaman því. Skemmtilega hlutur. Já. Þetta er nefnilega hættulegur hlutur. Já. En þarna, já. Já. Það er nefnilega liðna 9 mínútur. Já. Og það er eins og við séum búin að ræða allt sem við þarna er búið að gera sjá. Já. Eða er eitthvað sérstakt búin að gerast hjá þér þessa þarna daga síðan páskafríi byrjaði? Það var náttúrulega að byrja bara í fyrradag, sko, þannig að Já. það er kannski ekki mikið búin að gera eftir. Nei.
Nei, ég ekki sko. Ekki? Nei, ég gerði það ekki þess að ég gera sko. Horfður ekki á einhverja mynd? Úr Free Movies? Jú, ég horfði það náttúrulega í morgun á fyrstu Police Academy myndina. Já. Þú elskar þessar myndir og hefur alltaf gert það. Já. Og hefur fyrst þarna 5. 5 besta. Nei, hún versta. Versta, já. 4 besta. 4? Já. Og það, ég mun að gleyma sko. Og það allir að segja hvað þetta eru svo barnalega myndir. Þetta með barnalegan húmor. Það var sena í fyrstu myndinni af einhverju konu að þú veist bara að sjúga titlingin og einhverjum stjórnum. Og allir að segja hvað þessi myndir eru fyrir 5 ára börn. Ha? Hvað? What do you mean by that? Já, bara, ég skildi ekki sko. What do you mean by that? Já, það óskiljanlegt. Tótt eitthvað smá sleikur í slönguna eitthvað barnalegt eða? Það, fólki finnst það. Það er bara 5 ára börn eitthvað að horfa eitthvað þannig dæmi eitthvað? Það bara hvað allir að gera. Hvað er fólk að tala? Já. En hvað finnst það um Sólon? Hæ? Sólon. Sólon? Þetta barnaefni. Já. Íslenska Blippi. Já. Síðan að 35 ára fjölskyldufæðir sem eitthvað í... Já, hann að gera þetta eitthvað fyrir dóttur sína þarna. Í kringlunni að dansa. Já, í ævintýraborg, já, fengið bókaðan tíma. Já, fyrir börnin, nei, fyrir mig. Já. Ég er að koma með búning og að leika mér í ævintýralandi. Já, þetta er... Áttu eitthvað vandamál? Nei, ég bara, þú veist, ég er að gera þetta fyrir dóttur mín. Nefnilega, það er bara allir að horfa eitthvað Kókómelon og svo þetta Blippi, ég hata Blippi, samt er ég að gera nákvæmlega sama hlutin og hann. Þetta er á íslensku. Nei, hann bara á íslensku. Nefnilega, vera að bjarga íslenskunni, eitthvað þannig dæmi, já, ok. En það getur nefnilega verið, sko, eins og ég sá eitthvað tíst daginn á fuglahörðinu. Það sem eitthvað manneskja var að segja að eitthvað fullur af manneskja og hún vildi að það myndi koma svona ævintýraland fyrir fullanda. Það er eitt af mest... Það getur verið að koma. Það er eitt af mest creepy hlutur sem ég hef heyrt á ævi minni. Ævintýraland fyrir fuglana. Já, en hvers konar ævintýri eru þau að fara að fara í? Þetta er ekkert eitthvað svona blöstdæmi, sko. Þetta er ekki þannig. Þetta er bara alveg eins og barna. Þegar þess farið ykkur rennubrautir og farið einhverja bolta og eitthvað. Þú veist, ég held að sá sem tístaði þetta átti eitthvað vandamál, sko. Það var svo mjög margir sem að leika við. Þetta er svona leiksvæði fyrir fuglana. Já, ég sé þetta alveg fyrir mér. Hvernig? Ég held bara að fólkbandi var gamlar. Ég sé bara eitthvað svona leiksvæði með eitthvað miðaldra fólk sem eru einhverju mongolítar, sko. Já, ég veit það ekki. Þetta er frekar furðulegt, sko. Það verður og hvað, retweetaður þessu eða eitthvað? Nei, heldur ég bara, já. Þetta er málið, sko, þetta er málið. Ævintýraland fyrir fuglana. Já. Það er bara málið. En já, Sólon. Fyrstu ykkur sagði mig frá þessu, ég held að þú verið að tala um eitthvað Sóla Hólm. En þess að það er Sóli Hólm og Öddi gerði eitthvað svona barnaefni í stóra sviðinu. Já, þau gerði svona alveg sæla. Já, ég gerði mitt Blippi svona dæmi. Já, þannig að ég veit ekki, kannski er það bara harm, kannski er Sólon að herma bara eftir. Kannski er Sólon að herma eftir þeim og Öddi og Sóli hermdi eftir Blippi, þetta er allt saman á Blippi. Sem að er hvað hann hefur gert náttúrulega áhugaverða hluti í fortíðinni. Já, tók upp vídeo og sér að kúka á aðra mannesku inn á klósettið. Já. Á meðan það er eitthvað svaka dansmúsík yfir. Bara vaknaði hann bara einn daginn og hugsaði hann vaknaði bara einn daginn, veistu hvað, ég ætla að ná í vin minn og ég ætla að kúka í munnin hans þarna inn á klósetti og meðan ég ætla að spila Harlem Shake inn á klósetti. Hvað heldur að vinna hans að bara, já, ekkert mál? Já. Af hverju? Bara, hvað er að vinna? Þú veist að því sem ég hef heitt þá líka, þannig að ég hef ekki séð þetta og ég vil aldrei sjá þetta, sko. Þá heyrði ég að hann, vinnur hann sem Blippi var að kúka og það var bara gaman á þessu, sko. Hæ? Já. Hann var bara skjælbrósandi allan tíma með standard eða eitthvað, sko. Hann er með eitthvað vandamál, sko.
Hann eitthvað mikið veikur held ég. Já, bara þú veist, fólk sem að setja á blippi fyrir börnin sína og svona, vitið þið hvað þessi gaur hefur gert í fortíðinni eða? Ég veit að Öddi og Sóli vissu það ekki. Ef ég hefði verið í Stórasöðinu með þeim og sagt það, stemmingin í Stórasöðinu. Þau voru svona gaggir hann. Já, þau sögðu þetta væri algjört ógeð, sko, og það meika sens byggt af því hvað hann gerði, sko. Já, frendur. Það myndi auka ennþá meira, þú veist, heyrðu, ég ætla aldrei að sýna börnunum mínum þetta, sko. En ertu samt búin að sjá alla Stórasöðu-seríu 2? Nei. Þannig að þú ert ekki með að sjá þess að þú er að sjá, það er bara eitt fyndast aftur í svona sko. Já. Það var eitt augnablik sem var alveg. Já. Það er nefnilega, það fer eiginlega að koma að því að fá kannski einmann að Stöð 2 Plus áskrift eða eitthvað. Þetta er að fyrir langa bara eiga okkur streymismyndur sem erfitt ég endur þetta verið. Já. Þú átt allt og... Ég á ekki... Þú ert ekki svona síman, sko. Já, ég á ekki sko svona síman. Mér langar sem ég svona síman Prime, sko. Ég heldur ekki með Prime Video. En ég er með Stöð 2 Plus, Netflix, Viaplay. Sko, ef að þú ert með 12 Plus account á Prime Video, það er bara eitthvað barnaefni, sko. Það er bara annarkvort 12 Plus. Þetta er svona eins og að hafa ekkert inn á mikla elsku og hata. Þetta er bara, þú veist, ef þú ert með 12 Plus, þá er bara barnaefni. Ef þú ert kannski með 16 Plus, þá er bara fullt af fullorðinsefni. Já. En ég nota náttúrulega líka svo mjög mikið free movies síðan. Já. Það er alltaf. Sem ég hélt að ég geti treyst. Þú getur alveg treyst hana. Þeir voru alltaf að fara okkur aðra síðu, ég veit ekki. Nei, við fórum á sömu síðu. Já, ég hef allavega, þetta voru aldrei gæstur um mig, sko. Þannig að ég treyst að síðu fulli húnna. Og hvað varstu bara alveg í sjokki þegar þú sást það? Veitu, hvað sást það nokkulega? Það er nefnilega vegna þess að alltaf þegar við pásuðum, þá fórum við á eitthvað, þú veist, svona gambling vefsíður og eitthvað. Hvað, inn á eitthvað bat, 1, 2, 3. Já, bara eitthvað svona, eitthvað gamble, eitthvað. Það með eitthvað kasíno. Bara svona grætt bakgrunnar. Ég man það ekki. Það var alltaf verið, þú veist, að velja, þú veist, dót til þess að horfa á þetta. Og mjög mikið af þessu sem að virka og svo þegar maður fór á þetta neðsta og kom eitthvað svona hentai-auglýsing eitthvað. Þannig að já, ég treysti þessu bara ekki lengur. Ég hef aldrei fyrir auglýsing með það, sko. Þetta er öll ekki svona hérna. Nei. Það er svo ólöglegt. Já, ég veit ekki. Við ætlum að fá gestir núna til okkar. Já, ég ætla þess að koma tíma á Við getum ekki beðið mikið lengur. Ég skal ná í hann. Jæja, hvað í anskotanum voru að fá mig til þess að gera hérna? Blessaður. Þú ert núna að fara að missa röddina. Nei, ég er ekkert að missa röddina. Jú, vegna þess að Chris Pratt ætlar að taka við röddina þarna og hann verður alveg 100% venjulega rödd. Já, hann má bara fokka sér. Hann má fokka sér. Bara... Ok? Mér. Hann má fokka sér. Já. Hann ætti ekki, þú veist, ef hann getur ekki gert Mario eða Gretti eða hvern andskotan. Já. Er hann ekki Jurassic World núna? Jú. Er hann ekki í Guardians of the Galaxy? Já, hann reyndar vinnu fyrir mig en þess að ég á Marvel. Ég kaupi allt. Er hann ekki Parks and Rec líka? Jú, eitthvað þannig dæmi. Já. Og þú hatar hann? Ég hata núna, já. Þannig að hann er að fara að tala fyrir mig. En þannig ég muni spurningum sem er alltaf ekki að spyrja, ert þú nasist? Nefnilega pabbi minn er... Hann er nasisti. Er Walt Disney pabbi? Ég veit, já, hann er pabbi minn. Þannig var hann að ríða ykkur mús? Nei. Nó. Hann er öðruvísi pabbi, hann skapaði mig. Hvað gerði hann? Hvað gerði hann til þess að búa þetta? Hann bjó mig til. Hvernig bjó hann? Þetta er svona alveg svo hvernig svartöði er sonur þarna Lucas. Sem hatar mig held ég. En ert þú nasisti?
Nei, en ef það eitthvað sem nasisti þá það Andrés. Hann nasisti? Hefur ekki séð teiknimyndina? Nei, hvað, hann á móti gyðingum? Já, ég held það. Já. Lítur allavega út eins og þannig gæi. Já, það var mér sem teiknumynd það sem hann var að bera ofan og hann með svona hakkross tattoo á bakinu. Já, Nei, ég held að það var ekki Andrés. Nú? Nei. Já. Ég veit alveg Guffi saklaus. Guffi enda besti vinur minn. Það var frétt á JF hann að verið snattið að tala okkur 12 ára stelpur að senda myndir. Ertu að fokka í mér eða? Það var frétt á JF, hann var að senda ykkur stelpum okkur úr. Má ég sjá það, sýndu mér. Já, hann er að senda mynda. Andskotin mann. Það var skettan á sér og eitthvað, þetta er ekki lægir sko. Jésús. Eru þetta að sjá hvað titlingur hann þessi stórmaður, haha? Já, ég held að það sé ekki alveg. Vá. Herðu, ég vissi ekki að hann hafði eitthvað svona, sko. Já. Magnað. Já, og núna er Mína mús, hún er komin, hún er núna orðin vændiskóla. Já, hún má fara til helvítis, maður. Er þau ekki í sambandi? Hún hefur verið fucking andskotast tíkin allt hennar líf. Já. Jókim Aðland, hann er fucking fávitið, maður. Hann var að nauðga Rip Rappar upp. Já. Hann misstunda sér frænda sinna. Hann er ógeðslegur. Já. Ógeðslegur náungi. Af hverju var það ekki? Það er bara allt fucked up hérna. Í Disney fyrir, ég kaupi allt fyrir þess að ég elska peninga meira en Jókim Aðland í alvörunni. Já. Þú veist, hefurðu séð hvernig ég kem fram við fólk í South Park? Þið ná mér svo rosalega vel. Já. Ég er bara ógeðslega leiðilegur líka, sko, ég bara elska peninga. En í Mickey Mouse Clubhouse aftan að þeim, þeir voru frábærir. Nefnilega, mér finnst aldrei skrítið hvernig Jón Jónsson talaði fyrir Guffa í íslenska talinu. Það var Karl Ágúst Úlfsson. Það var ekki Karl Ágúst Úlfsson? Það var Karl Ágúst. Nei. Jú. Það var ekki Karl Ágúst Úlfsson? Það var Karl Ágúst Úlfsson. Nei, það var ekki Karl Ágúst Úlfsson! Jú, ég er alveg sér. Það var Karl Ágúst Úlfsson. En já, þið verður nefnilega að vera dugleg, sko, að fara á með litlu hafmeyju endurgerðina. Já, hún er svört hana. Já. Og þú þetta það, því að þú drassast þig. Ég nefnilega, þú veist, mér er alveg druglu sama hvort að Disney er að reyna að vera woke, sko. Ég styð ekki þetta dæmi, mér er alveg druglu sama. Það eina sem ég elska er peningar. Þannig að þeir með að gera allan andskotan, þú veist, það var Strange World sem enginn horfði á. Við gæti ekki verið meira saman þá mynd. Já, við mistum nokkur miljón, eða þú veist. Já. Mér er alveg sama. Já, alveg nóg. En hvað finnst þér að þú varst að hrinda eitthvað á litlum krakka í Orlando í síðan? Ég hata litla krakka. Já. Ég veit að þú veist, mest af því, þú veist, fólk er alltaf að segja, skilur að teiknimynd er ekki bara fyrir börn. Mér gæti ekki verið meira sama. Ég fokki Mickey Mouse, ég er teiknimynd. Það mesta sem ég hef gert allt líf mitt er að skemmta krökkum. Þannig að þeim er bara grjóta alltaf kjafti. Hæ? En við erum að líka með Andersand. Hvað? Já. Já, en hann er nefnilega með kverkaskít, sko. Hann hefur alltaf verið með kverkaskít allt sem líf. Þess að tala á svona helvítis ógeð. Hann er nasisti alltaf. Hann er nasisti. Þess að eftir að reka hann út. Já, burt með. Já, burt. Já. Og sína Andrésina, hún er þarna. Hún er fucking hóra, maður, Jesús. Hún er kærð fyrir morðið á föður sínum. Já, hún er morðingi og hóra, það er það sem hún er. Já, er mikið drama á tökustað á þáttunum. Hvað heldur þú? Já, ég held það, sko. Það er mér þess að vídeo að þér að kasta hnífi í andlitið hennar og hún fór á sjúkrahús. Hún átti það skilið. Já, það er ykkur því. Hún er nefnilega bara algjör fokki hóra, sko, það er bara þannig. Já, en Steamboat Willie, munum við sjá framhaldsmynd af þeirra mynd? Sko, nefnilega, Svarti Pétur er dáinn. Já. Hann lést.
Það var basically Chris Farley Disney. Hann dó út af dópi. Hann var nefnilega mikið í dópinu. En hvað, eru þið með mikið af svona stríði gegn Looney Tunes? Er svona mikið stríð á milli ykkar og Looney Tunes? Nei, ég og Hérin höfum það alveg gott saman, sko. Við förum alltaf á American Bar föstudögum og sund og þess við erum alveg góður, sko. En öndin sem elskar perurnar, hún fara. Öndin sem elskar perurnar? Já, öndin. Er það tala um Daffy? Já, hann elskar perur. Hann nefnilega, hann á eitthvað erfitt með að tala, hann frussandi alltaf í andliti á fólki. Þess að myndband á honum á bar hann nefnilega, hann hatar þetta woke dæmi, sko. Já, hann líka mikil í fíkniefnaneyslu. Og hann var að gefa börnum fíkniefni. Já. Það mikið drama hann líka. Það nefnilega máli, sko, þegar þú veist hvernig ég sagði að Svarti Pétur dó, það nefnilega lygi, sko, þess að við getum eiginlega ekki dáið. Já. Sem eitt af mest ástæðan þess að við látum svona. Vegna þess að við getum ekki dáið, þetta svo sorgrætt líf. Þannig að ég hef einhverja kosta völ nema bara hata alla sem í kringum mig, meira sem þig og bara elska að vera annað en peninga, þannig að þá get ég gert hvað sem ég vil. Já. Ég getur fucking drepið mig. En þú ert núna í sambandi með LeBron James. Hvernig kom það til? Það þarna Hérin og Já, hann var í Space Jam. Hann var í fucking Space Jam og helvítis kjaftaði hann. En já, bara takk fyrir komuna, Chris Pratt. Hvað finnst þér hann sé að fara að taka yfir þetta núna? Mér þykir að leitt, en þú veist, svona er þetta mikið, ég bara fucking þegið það bara helvítið. Ok. Ég skal, á ég að fara? Já, farðu! Helvítis. Jesús. Og ég gönda! Herru, þú mátt farðu hana, ógeð! Þú mátt fara með ekki. Já, ég drugla mig bara í burtu. Já. Farðu frá hana, helvítis. Þú mátt andilega fara, sko. Þetta var hann ekki. Meiri hálfleitin. Hann bara að segja sjálfur að hann er ekki góð manneska. Aha. Varstu ekki að hlusta á hann? Jú, hann bara. Ég held að hann myndi vera svona skemmtilegur hreistnávíkir, sko. Komur alveg mikið á. Hann hefur lifað lengur en 100 ár, sko. Já, það bara svolítið sarand. Þú veist, engin furða hann farin að hata lífið sitt, sko. Ég skilur alveg, sko, þú veist, hann teiknimyndapersóna, hann getur ekki dáið. Nei. Ég vissi þetta ekki að hann væri svona dónaleg, sko. Ég held að hann bara var eitthvað fyndinn og skemmtilegur návíkir, sko, eins og hann lætur í. Hann var það, fyrstu árin, þú veist, með Steamboat Willie, hann var bara að tala vera mest næs teiknimyndarleikari bara. Já, hann hefur átt sína. Svo bara byrja hann að fatta hversu oft hann hefur lent í slysi og að hann hefur ekki sært sér neitt. Skilur og hann byrja að skera sjálf á sig og eitthvað. Þú veist, til þess að reyna að finna eitthvað nema hann bara gataði ekki, þannig að hann byrja bara allt í að hata lífið sitt og veröldina sem hann býr í. Þannig að hann bara byrja að hata alla á vinnusöðinu sín og byrja bara að elska peninga. Elsku kallinn maður. Það eru eitt sem gerir sig ykkur nær. Já. Það er Fréttablaðið hætt. Já, Fréttablaðið hætt. Sem sorglegt ekki. Já, skrítið. Bara bæði, bara Fréttablaðið og svo Fréttablaðið á vefnum. Og líka Hringbraut. Já, Hringbraut er líka hægt. Hringbraut er bara svona sem fór á hausinn. Þetta er mjög sorglegt, þannig að ég las mjög mikið á Fréttablaðið.is. Ég var alltaf að lesa mjög mikið. Og Hringbraut, það er náttúrulega líka að lesa. Já, þetta verður ekki eins. Og í byrjun ársins 2023. Hvað á... Sko, í byrjun ársins 2023, það voru svona 5 stóra sjónvarpsfréttir. Og RÚV, Stöð 2, Sjónvarpssímans, Hringbraut og N4. En núna bara á fyrstu 4 mánuðum árið 2003 er bæði Hringbraut og N4 hætt.
Já. Það bara alltaf lokað sko. Hvert fer Bíóbærinn og hvert fer þarna... Bara Bíóbærinn, veist. Og hvert fer Sigmundur Ernir? Já, bara hann alltaf bara að missa annars sko. Ég meina hann alltaf slagur, enda hann Sigmundur Ernir. Shit, hvað hann mikil Sigmundur Ernir. Já. En ég meina Bíóbærinn geta það, ég held að bara byrjum okkur YouTube síðu eitthvað. Ég meina þeir eru líka á kvikmyndir.is. Já, það sem bara hringbraut held ég að finna því eitthvað. En Díó fer hann þá? Já, Díó fer hann þá með hann að fucking umölu fréttina sem alltaf þessi klámstjarna eitthvað spáni að gera eitthvað. Simmi ville farin til Dubai. Já, en hann var í einhverju pizzakeppni í Bandaríkjunum. Já, ég sá eitthvað að vera eitthvað fullt af Ameríkunum að tala og eitthvað, hann var eitthvað horfandi í kringu sig eitthvað. Hann var eitthvað, hann gerði eitthvað 12 vinsælasta pizzana í Bandaríkjunum. Já. Ég veit ekki hvað ég skil ekki hvað hann gerir. En hann nefnilega með podcast í 70 mínútur. Með hún með Huga Halldórssyni. Já. Af hvað? Ég hef aldrei hlusta. Ekki 70 mínútur hægt? Podcastið? Nei, bara þættinir. Af hverju að halda áfram? 2004 sko. Ég var hlaðvarp. Þetta allt öðruvísi, þetta ekkert eins og Nei. Bara af hverju að nefna það 70 mínútur, ég meina, sá titill. Þeir voru báðir í 70 mínútur. Það verður nefnilega að koma að því að við vorum bráðum að gera 90 mínútur. Eða hvað svo það hét. Þannig að hjá Magga. Ekki þetta sem hjá Magga. Já, það get 80 mínútur. 80 mínútur. Við þurfum að gera það sko. Ég þarf eitthvað að vera nakin með Magga eitthvað úti og... Það var eitthvað þér og Magga eitthvað saman í baði. Og eitthvað þið áttu líka eitthvað... Þú veist, ég bara spá í hvaða töflur hann tók þegar hann fékk þessar hugmyndir, sko. Þú veist, veistu hvernig honum finnst mig núna í dag? Já, þetta... Þú veist, ég nokkuð viss að hann alveg til í að gera þetta með mér. Þegar hann fær svefngalsa eins og hann fær í hverju einustu nótt þegar hann hangir með okkur. Já. Þannig að hann fær það alltaf. Hann alltaf eitthvað hlaupandi út og alltaf eitthvað að íta fólki eitthvað. Man rosalega skrýtna hlátur og eitthvað. Já. Svo, manstu í afmæluna? Manstu í afmæluna sem að segja eitthvað að við ætlum að fara eitthvað út? Já, við ætlum að fara eitthvað út og eitthvað. Hvert klukkan nú svona 9. Lyklalausir, símalausir, út að leika sér í smiðjuholtinu. Sem alveg frekar langt í burtu frá. Ég skil ekki. Já, meðanótt. Hvað hann gera? Og þetta var kvöld, þetta ekki meðanótt sko, en ég nefndi sig. Já, hann bara kvöldið í smiðjuholti, lyklalausir og símalausir. Ég veit ekki heldur hvað hann að Bjarni var að spá sko. Fór hann líka? Hann fór líka símalaus og lyklalaus. Og var það ekki bara þeir tveir? Já, og ég var eitthvað svona, stákar, þetta ekki fokki sniðugt sko, þið verða... Og hvað voru þarna bara eitthvað 3 klukkutíma í smiðjuholti að spilla? Nei, við sögðum að fara eitthvað aftur inn og svona, ég veit ekki hvað þið voru að spá sko. Nei. Já, það var áhugavert. Ég var að segja, það eiginlega bara komið tími sem við förum heim sko, þið ætti að fara út. Jæja, nú skulum við fara út, þú veist. Já. Langaði eitthvað miklu meira að fara út heldur en að vera þarna inni. Já, þetta var skýrt. Eru Almundur? Já. Mér líður eins og við ættum að hafa hann að þátt fyrir eitthvað stuttan. Það samt alveg, við erum bara með 30 mínútur. Við þurfum alveg að gera hann eitthvað. Getum ekki bara gert 30 mínútur. Nei, en ég veit, þú veist, bara, við erum eiginlega búin að ræða allt. Það eiginlega ekkert meira sem við getum rætt sko. Nei. Þú ert þarna með hann að listan, eða ekki? Ég er hérna með skemmtilega. Ég er búin að skrifa nokkuð ljóð fræga Íslendinga. Já, ok. Spæði að lesa það? Já. Hérna er ljóð Ingó Ögvöð. Ingó heitir maður veðurguð. Hann er mikill snillingur. Allir vilja hlusta á hann suð þegar hann syngur. Er það búið? Já. Er það... Já, ok. Það var ljóð Ögvöð. Ok. En ég er ekki að sé stiðan ekki. Síðan þetta ljóð Halla. Halli er í hjólastól. Hann er með sjúkdóm. Í stólnum er áranguð þegar hann er með fínan róm.
gaman því. Og þetta er lögum Sigurð Inga. Sigurður Ingi er maður, ráðherra, rasistal, hann vil Lilju, framkvæmir, daður, þegar þau fara í Sveitadal. Þetta lögum Örn Árnason. Örn Árnason er meistari, leikur í Spaugstofunni. Hann mikill grínari, bransanum stærsti runni. Síðan er líka ljóð um Þormóð úr Skjánum. Þormóður reynir við mumma. Já. Þegar hann segir við hann hæ. Þommi Er hommi? Ha? Þommi er hommi. Nei, en þetta er Þommi hilsar Lumma. Þá segir skrýtni lummin bæ. Þetta var alveg gaman að því. Svo, hvort er skrifa hérna maður sýnist ekki, sko. Er þetta bara, skrifaðu bara, hvernig skrifaðu þetta? Þetta var þú að gera ljóðin í skólanum. Já. Ég bara skrifa okkur svona ljóð. Okkur lög frægt fólk. Já, það... Með þess að einn mann sem er ekki einu sér til. Já. En já, ég finnst það eiginlega bara að við ættum að enda þetta. Ég er svangur, ég er þreyttur. Já. Ég hef ekkert meira til þess að segja. Hvað mér að syngja með eitthvað? Ég fór að syngja. Já, ég fór að syngja. Hvernig var hann ekki? Skara skrýpó. Heldur hann að, já. Hringjum í Jóhann Alfreð. Æ, blessaði Jóhann. Hvað, spyrir hvort þú hringdi Matthías? Nei. Hvað hringja mig í Magga? Já, við skulum hringja í Magga. Hann á eftir að vera djögli pirraður. En getur þetta þá verið að síðast það sem við gerum? Please. Sjáum Ansel. Ég er að deyja. Við segjum bara, Karla góðan dag. Það var svo fyrir alls. Ég er að hringja. Halló. Hæ. Karlakon, góðan dag. Góðan daginn, hæ. Hvað viltu skila til hlustenda? Ég vil ekki skila mínu, Nó. Ég góðan dag. Já, þetta er páskaáttur, viltu skila páskakveðjum til hlustenda? Viltu koma með sáttmála? Sáttmála páskahefð Íslendinga til forna. Það er Pálmason. Ha? Ekki borða mikið súkkulaði. Jú, maður á ymmett að gera, maður alveg bara mikið súkkulaði. Viltu kannski komið ljóð hvernig þú hatar Jennifer Aniston? Ég hata ekki Jennifer Aniston. En hún er á móti woke culture. Ég er sama. Veitu, hvað er þú búin að vera að ljúga mér núna eftir hann? Þú sagði þér fyrir nokkur dögum að þú hatar hann á móti woke culture. Ertu þreyttur, Maggi? Já. Hvað varstu að drekka nokkra bjór í gær? Nei. Nó. Ég var að drekka mikið juice. Já. Hvernig, ertu vissum að bjór er líka kallaði juice, sko, hann er kallaði fun juice, funny juice. Já, maður verður ekki hangover eftir að drekka sama, sko. Nei. Það er bara Já, verður. ég elskar núna Breaking Bad, bye. Hann elskar ekki Breaking Bad, sko. Nei. Ég skil ennþá ekki af hverju hann hatar þetta svona mikið. Já. Hvernig var hringið? Ekki að hringja. Hvað með hringið Hringjum í stóra eð, já, enginn á þetta að fatta hvernig. Hann var að brjála, hann var að hvað? Hvað er að hringja í mig, maður? Já. Hann mun ekki vera nær. Nei. Hringjum í krakka úr 8. bekk. Já. Krakki. Hvað með frábæska krakki úr 8. bekk? Og fæð. Hvað með hringjum í Aðalsen? Hringjum í Hann er mikið aðvönd að karla hann, sko. Nei. Hringjum í Ragnar. Já, hringja hann. Nei, ég er ekki með númur, sko.
En Edda Björgvins. Jæja, halló Edda Björgvins. Ástu eftir okkur? Ég ákvað að prófa að senda Edda Björgvins vina. Heyrðu, býtu. Eitt með þarna, þannig að ég fór á þarna sýninguna þarna í gær. Svo vilt kannski segja hvað hann heitir? Nei, menn að þá mun þarna fræga fólki sem var þarna, sem ég mun nefna, vera cancelled líka. Reyndar. Vegna þess að mamma mín og Goði spjögglu við Gísla Örn og Nínu Dögg. Já. Sem voru þarna. Hvað voru það spil? Nei, bara eitthvað, þetta var eitthvað smá spjall. Ég misti nefnilega af, sko. Voru það bara ekki, jæja. Alltaf gaman að leikhús. Þetta er ekki leikhús. Óperuna. Já. En samt mesta ævintýri við þessa ferð var ekki sýningin, heldur var það að vera í bílnum hjá ömmu og afa. Þannig að við þurftum að borga fyrir stæðið. Svo mikið rugl eitthvað. Amma mín alltaf sífellt eitthvað kjaftandi eitthvað, sjá, hérna er eitthvað gellur eitthvað, fara á djammið eitthvað, þú veist eitthvað. Og þannig að við vorum eitthvað í bílakjörlunum. Var þetta bara limos? Ekki eitthvað svona, nei, og eitthvað svona, já, eitthvað svona, ég veit ekki hvert ég er að fara eitthvað. Þú veist, ég þekki eitthvað eitthvað, beigðu til vinstri og eitthvað. Ég skal spája að fá svona limósinu fyrir ástíðina. Leiða svona limósinu. Já. Kom ástíðin í limósinu. Ég kem svo út og það er fyrir farið. Já, allir komið með myndavélar og taka myndir af og síðan svona, fyrir eitthvað svona, eins og það sé eitthvað frár. Já. Á kampaðins bara þannig. Já. Bjóða fulla fólki. Bara einhverju fólk, ég ætla bara að fara að byrja alltaf. Pikka eitthvað fólk inn í einhvern bíl. Fara á Hótel Hilton. Já. Já, það er planið. En já, þetta verður að vera að loka orðinamyndur. Ég er alveg að drepast í maðanum, sko. Getum við ekki talað 20 myndir á þetta? Nei. Við skuldum 10 myndir alltaf. Ég er að deyja, myndir. Akkur borðar rætt í morgun? Jú. Ég ætla samt að segja. Já, ég sendi Eddu Björgvins vinabæn á Facebook. Og hún svaraði mér ekki. Ég held að hún verður eitthvað. Og er Pétur Jóhann ennþá búinn að svara skilabónu sem þú hefur sendt honum? Svaraði PJ og... Já, ég ætti kannski að lesa það. Ég veit ekki, þannig að ég reyndi að lesa það sko. Ég er búinn að senda honum nokkur skemmtilega skilabóð. Nei, Reykjavíkurborg er alltaf búin að loka fyrir netið. Herri, já. Ég get ekki gert það. Ég get rætt eitt. Já. Eitt í viðbót. Nefnilega einn daginn, þá var ég á TikTok og ég fekk svo mikið af einhverjum TikTokum sem hafði alltaf eitthvað svona dæmi sem lét að líta út eins og að dagurinn væri bara endir heimsins, sko. Þannig að ég fekk bara fullt af TikToks af hverju fólk, milljónum manns eitthvað að hlaupa eitthvað hverfin. Mest af þessu var þetta eitthvað dæmi sem væri í gangi í Malasíu, hvað sem þetta var, þar sem það var eitthvað apocalypse training. Þar sem fólk væri að dressa sig svo uppvatninga og fólk ætti, þú veist, að æfa sig fyrir það zombie apocalypse. Og það er svona, þú veist, hvað er í gangi út í heimi? Og svo fekk ég eitthvað fullt einhverju fólki að biðja til Guðs og sést eitthvað í svona ógeðslega feik eitthvað engil að koma eitthvað. Og þannig að svo sá ég líka það er nefnilega þetta sem gerðist þarna. Og það er nefnilega líka þetta sem gerðist þarna sama dag var að það var þessi gaur sem hoppaði þarna eða svona drap sjálfan sig. Mjög viðeigandi almendur. Það er nefnilega þessi gaur sem drap sjálfan sig í franskri verslunarmiðstöð og kom þetta stóra bang þannig að allir héldu að það væri shooter. Þannig að fólk var bara að hlaupa eitthvað og ég var bara að spáði, er endir heimsins í dag eða eitthvað, sko? Getur verið. Nefnum að málið það var það ekki. En til eitthvað páskalag? Það er til, við getum spilað nefnilega soundtrackið úr frægu páskamyndinu Hop. Já, er það ekki eina páskamynd? Jú, eiginlega.
Ég ætla að búið til svona páskamynd sem eitthvað svona egghönd. Ég meina, eitthvað mikið það eru eiginlega engar páskamyndir nema þessi hopp. Ég með hugmynd páskamynd. Já. Þannig að þetta fjalla svona fjölskyldu. Þið farið í svona eggjalit eins og í Bandaríkjunum. Í eitthvað svona stórt svona mannsjón og eru svona að leita á svona eggjum og eitthvað funny. Feiti krakkinn dettur í sundlaugina og... Ég veit hvað var í góð páskamynd. Bara, þú veist, eyða öllum skjölum sem eru til bara af myndinu hopp og endur gera þannig að þetta verður eins og Ted. Nema í staði fyrir Ted þá þetta bara blindfuglur stóner páskahéri. Já. En ég með hana hugmynd. Nei, ekki hugmynd, ég með spurningu. Hver er best af svona live action CGI myndirnar? Og ég með valmögulega. Er það A. Garfield myndirnar með Bill Murray? B. Alveg Chipmunks myndirnar. Chipmunks? Já, Jason Lee. C. Smurfs myndirnar með Neil Patrick Harris. D. Ted myndirnar með Valk Borgbalg Seth MacFarlane. Þetta nefnilega eða E. Sonic the Hedgehog myndirnar með Jim Carrey. Við þannig að fyrsta þannig að þetta þá Garfield, alveg Chipmunks. Ég að segja þetta á viljandi. Smurfs, Ted, Sonic the Hedgehog og líka Pikachu myndir með Ryan Reynolds. Já. Og líka Paddington. Nei, ég myndi segja þannig að þú nefnilega það líka til eitthvað svona Woody the Woodpecker eitthvað Yogi Bear og eitthvað sko dæmi. Já. Það til svo mikið af eitthvað svona rugli. Þannig að getum við kannski talið sem eiginlega bara franchise sem hefur alveg 2 myndir eða 3. Þannig að við höfum nefnilega Paddington. Gretti. Alveg Chipmunks. Smurfs, Ted og Sonic. Höfum bara það. Ég held að það séu öll svona franchise. Báðar Paddington myndirnar eru eins fucking saklausar og yndislegar og þau geta verið. Þú veist, það nákvæmlega ekkert í Paddington myndunum. Þú veist, þetta eina með saklausustu myndum sem ég hef séð á ævi minni. Og þar eru það svo góðan og líka svo rosalega breskan hátt. Grettir myndirnar. Þær eru frábær. Jesús minn, almáttur. Já, þegiðu Grettir. Grettir? Er þetta Bill Murray? Já, þetta Bill Murray. Mér langast rosalega mikið að sjá Grettir myndana með Bill Murray. Sko, þegar ég horfði á Grettir myndana. Hvað þetta að horfa á þetta? Ég veit það ekki, en allavega hana. Ég verð að segja... Ég veit hvað þetta að horfa á þetta. Það þetta að horfa á þetta strömminsins myndir. Hún heitir... Það er nefnilega... Ég er riddarinn. Ok, hætti þessu. Ég er að reyna að svara sko. Þannig að ef ég á að vera hreinskilinn þá finnst mér að Grettir myndina með Bill Murray ekki vera góðar. Er það ekki frábær? Nei. Mér bara þykja leitt, ég var alveg að drepa svo leiðendum á meðan ég var að horfa á þetta. Hvað er þetta ekki bara Bill Murray að leika? Sko Bill Murray að leika Grettir hljómar eins og eitt af mest kjánalegasta sem ég hef heyrt á þeim á góðan nátt. Nefna bara, mér finnst þetta að vera svo svona, það sem er líka við að horfa á vondar myndir. Mér finnst vondar myndir vera oft skemmtilegar. En bara með þessa Grettir myndir, ég veit ekki hvað með það, en það eru bara, mér fannst það vera svo leiðilegar. Þá voru hann að gera 3 aðra myndir líka. Svo voru teiknamyndir. Já, og svo var líka að fara að koma myndir með Chris Pratt. Já, af hverju það Chris Pratt að vera þetta? Ég veit það ekki. En þarna, Smurfs myndirnar, algjörlega hræðilegar. En Neil Patrick Harris? Neil Patrick Harris hataði þær líka. Hefurðu séð svipinn á honum í hverju einastu atriði? Hann er svona. Þið getur hlustundur ekki... Hann hefur svona ekki... Hann hefur svona ekki sagt ópmerkilega viðtala mann. Nei, en ef þú horfir á andlitin hans, þá sérð að hata lífið sitt á meðan hann að taka þetta upp, sko. En þannig að... Svo var það alveg Chipmunks, hræðilega líka. Og líka þetta Muppet myndin, Jason Segel. Það er ekki CGI myndir. Er það ekki CGI? Muppets eru brúður. Já. Jesús minn almáttur. En Ted myndirnar? Já. Það eru teiknaðar með vel. Gerða með vel. Það eru frábærar. Ted myndirnar báðar eru frábærar. Alveg eins og þú kallar Chipmunks eru hræðilegar. Já.
Það eru jafn vondar. Eina alveg þetta Chickmunks myndin sem þarna góð alveg þetta Chickmunks þarna road trip vegna þess að það þessi strákur í myndinni sem að leggja þá í einelti og það það bara eitt af besta sem það getur hort á Jason Lee í myndinni. Hann eiginlega, þú veist, eina af því fáið sem góða með þessa myndir. Og Eddie Steeples. Alvin! Já, og hann líka í þessu. Eddie Steeples, sem líka Krabman. Það þarna sköggróttikurinn, það ekki? Nei, hann var bara eitthvað einni mynd. Hann var líka í My Name is Earl. Hann svona svartur. Nei, já, ok. Frábær. En það ég man ekki hvað þessi gauðir hittir, hann sköggróttur með gleru og með hann skegg þarna. Hvað, Bill? Nei. Hann hvítur. Ekki Cosby. Nei, ekki Bill Cosby. Nei, við þurfum að blípa alltaf þegar að segja Bill Cosby. Ef þetta er Bill Key. Nei, ég veit ekki. En já, alveg, já, ok. Sonic myndirnar. Já. 2 betri en 1. Þetta eru góða myndir. Guður, ég sá hvað þú gerir. Þannig að já. En Ellis Mark hattar þær. Já, Ellis Mark má bara enn og aftur fokka sér, sko. Sko, ég var að Maggi var hérna, menn af hverju hatar hann? Menn að segja fokking alltaf. Ég var saman viðkynægt. Ellis Mark hefur sæðilega skoðanar. Já. En hann frika fyndin. Það? Ég hef hort á nokkur. Ég hef ekki hort á eitt heilt vídeo. Ég var að viðkynna. Vídeóna hans frika góð. En hann bara með mjög vandar skoðanar. Þannig ég myndi ekki kalla mig Ellis Mark heitar. Ég bara, þú veist, ég sé, þú veist, eitthvað svona It is that bad eitthvað svona, ég bara mér langar að býta í honum meira, sko. Mér langar að taka þetta hár sem hann með, þú veist. Hann með svo pirrandi írskan hreifbrand. Já, en hann írskur. Írskur. Þegar ég var alveg að spá, hvaða pirrandi fucking hreimur þetta? Svo, mér líkaði í írskan hreim. Hann hefur bara hræðilegan írskan hreim. Já, það þannig. En þarna já, ég verð að segja Ted. Það bara gert svo vel. Ted. Mér finnst actually ótrúlega hvað, þú veist. Já, það bara Ted. Ted. Já. Ted. Ted bara. Gaglarnir saman við Sonic myndirnar, menn að ég myndi kannski setja það í öðru sæti. Já. Að í báðum myndunum, en þess að í fyrstu þá Sonic að flossa. Svo í númer 2 Jim Carrey að flossa. Þá hatið þessu myndar. Bara, já. Reyndar. En það er það eina. En reyndar, ég hef mörgst að tekja það, ég sá eitthvað á Reddit. Það eitthvað easter egg. Að í Sonic, það eitthvað sena okkur fólk að horfa Naked Gun. Já, einmitt, já. Það bara sást bara vel að það vera Naked Gun. Og svo bara, þetta Naked Gun. Já, í fyrstu, já. Það er magna. Þá hlýtur að elska þessa myndir. En það er svona Jim Carrey að flossa. Sko, það er bara eitthvað í nokkra sekúndur. Heldur hann sé bara í eitthvað 20 mínútur að gera þetta, eða? Það er samt heimskulegt að gera þetta í nokkra sekúndur. Ég veit það, en málið er Arnmundur, það er svo mikið. Hann er ekki hættur í myndinu. Ha? Hann var ekki komið í 3 þannig. Ég held ekki, sko. Hann örugglega dó í númer 2, en hann datt niður á mjög háu falli, sko. Ég er bara að tala aðalega þess hvernig hann hættir að leika. Já. En þú veist, já. Og hann ekki cancelled og eitthvað. Er hann cancelled? Fólk að segja, hann var eitthvað dónlega okkur að konu eitthvað. Jesús minn almáttur. Heyrðu, við verðum að enda þetta. Ég fengi nóg að þessu. Ég fengi nóg að það að tala cancel culture í dag. Við erum komið með Býta hans, ég ætla að taka 1 símtal. Bergur, af hverju varst að hringja í mig aftur? Hvað ekki alltaf að lægja með þetta? Horfðu á Fílalag. Fílalag. Af hverju heitir þetta Fílalag? Þetta hefði frekar að heita Lag.